Komið sæl og velkomin í Helgavatt þjóðmála. Hjá mér eru góðir gestir í dag, Gunnar Úlfarsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Velkomin í nýja þjóðmálastofu. Glæsileg þjóðmálastofa. Við hafum ekki með þetta. Fyrir velum okkur hér. Takk fyrir. Frábært. Það er bara þið fáið þann heiður að vera í þætti númer 2. Það er svona að búið að vera að slást þetta. Það eru margir að hringja og biðja fá að koma. En bara hér eru þið komin. Þetta er glæsilegur heiður. Það er glæsilegar veitingar frá kjötkompaníinu. En eru þið duglega grillum helgar og svona? Já, ég fór bara síðast í kjötkompani í síðustu helgi. Okay. Þannig að þá fór maður út og grillaði og nýta síðustu svona góðu grilldagana. Já. Gott veður og að vera fínt veður í september. Eða sól og plús gráður sko. Já. Þá grilla maður. Ertu ekki að grilla í kulda eða? Jú, maður gerir það líka. Maður myndir alltaf grilla ef maður gerir það ekki í kulda sko. Það er rétt. Konan mér var að skora mig helgina í síðustu viku að við myndum vera mjög duglega að grilla í vetur, bara saman hvernig viðræði. Já, einmitt, það er nú alveg hægt sko. Og við erum búin að vera að grípa mikið í grillið og sérstaklega á laugardögum. Það er orðin svona í hefð. Þannig að það er mjög gott. Og að færa sundasteikinn yfir á laugardag. Já, svolítið svoleiðis, já. Herru, síðan er annað. Ég hafði samvænt í Styrmi í kampænsfélaginu og Hildur, þú drekkur ekki áfengi. Nei. Þannig að en hann var með löst því. Þeir eru með þetta fína austuríska freyðivín sem er óáfengt. Ok, ekki. Og ég veit að það var þannig svo uppljóstur því að þegar Stefán einar seldi Styrmi kampænsfélagi eða þá ég held að Stefán hafi alveg á móti því að flytja inn óáfenga drykki. Af því hann heldur að það sé ekki til fólk sem drekkur ekki áfengi. En Hildur, bara skál fyrir þér. Takk fyrir, þú ert að uppljóstra það sem örgum finnst leiðilegasta staðreyndir mig. Já, mér finnst bara fyndið Það er Gunnar, þú bara verður að setja við að fá ekkert áfengt í dag. Ég bara hlakka jafn mikið til að smakka. Já. Hildur, það er talandur lindamál, það er opinbert lindamál að þú ert alltaf með varamat í tösku eða ekki? Já, mér er svo létt að sjá hann mat því ég er með fæðukvíða. Já, hvernig lýsir hann sér? Ég vil meina að ég rætur að reykja til þess að við erum 6 systkinin. Já. Og þó að maður hefði nú ekki búið við neitt skort að þá þurftum maður að standa í ákveðnu kapphlaupi við matarborðið. Ég á bræður sem eru frekir til matarins og já, þannig að ég bara vil alltaf hafa fæðuvísa og þetta er mjög gott að sjá þetta og tryggt mér fæður ekki, ég mun örugglega draga þetta aðeins nærmur og eftir en ég er alltaf með eitthvað smá mat í veskinu. Og bara búin að gera sig varst úlingur eða já, ætli það ekki, ég er líka þannig ef ég sitt við matarborð með fólki þá er ég búin að reikna út alveg bara ósjálfrátt hver á stóran skamt og ég deili helst ekki máltíð með öðrum. Það er allir með eitthvað. Já, ég er mjög matsár. Skál, gaman að fá okkur. Bara velkomin. Ef að byrja einhver staðar að byrjum að fá okkur sopa. Já, ekki. Þetta er ljómandi gott. Þetta er virkilega gott. Þannig að þeir sem að þetta er náttúrulega selt bara á síðu kampænsfélagsins. Fólk getur náðu þetta þar. Ásamt einhverjum öðrum drykkjum, skilst mér. Þannig að það er eins og það er. Herði, ef að byrja einhver staðar að fjalla með einhver alvöru mál, það er Hildur, þú bara verið að gera usla í vikunni. Já, það var þörf á því. Já, þú byrjaði fyrir. Já, þú byrjaði fyrir, einmitt. Byrjum bara á Keldnaholtinu, eða Keldnalandinu, hvort köllum við þetta? Keldnalandi, það er svona, það hefur verið núna undanförnu í skipulagsgáttinni tillaga framtíðarskipulagi fyrir Keldnalandið og sumir, ég hef nú reikið mig á það í vikunni að sumir spyrja hvað er nú eiginlega Keldnalandið, en þetta er landsvæði við Grafavoginn í rauninni. Sem við sjálfstæðismenn höfum barist fyrir að verði byggt á árabil og samfylkingin og vinstri flokkarnir í borginni hafa verið mjög á móti vegna þess að þau vilja helst ekkert byggja austan Elliðanna. En svo gerist það að að gera þennan samgöngusáttmála sem er margarættur og það þarf að finna leiðir til að fjármagna hann og vill svo til að ríkið á þetta Keldnaland og segir, við setjum þetta land bara í púkið, Reykjavík verður að skipuleggja landið og selja byggingarétt og það sem tilfellur við söluna, það rennur inn í samgöngusáttmálan og það er áætlað að þetta verði 50 milljarðar. Nú, þetta skipulag liggur sérst núna fyrir og það sem ég kannski helst augun í er samgönguskipulagið, af því þarna gert ráð fyrir að 12.000 manns búi, 6.000 manns starfi, en bílastæðin verður bara 2.230. Og það gert ráð fyrir, ef við horfum bara á heimilin, að 62% heimila verði algjörlega bíllaus og svona ýmislegt sem að gengur auðvitað bara ekkert alveg upp og rýmar ekkert alveg við íslenskan veruleika. Þetta eru 5,4 íbúar á hvern bíl. Já, einmitt. Þannig að það er hlutfallið 1,6 svona á landsvísu. Já, og ef við erum að horfa á, nú erum við að horfa á þann veruleika, þetta er
nýtt útkverfi í Reykjavík. Þetta verður bara mjög austarlega í borginni og við erum með fyrirliggjandi nýja ferðavenju könnun eða nýlega og þar kemur í ljósa íbúar útkverfa. Þeir ferðast að langstæstu mestu leiti annarkvort sem bílstjórar eða farþegar í bíl til vinnu og þetta alltaf 87% ferða frá útkverfum eru farnar með bíl til vinnu. Og auðvitað það bara mjög eðlilegt viðfangsefni borgaryfirvalda að horfa á þetta hlutfall og hugsa að þetta mjög hátt og kannski getum við gert eitthvað til þess að lækka hlutfallið að því að kannanir sína líka að það einhver hópur þarna sem alveg til í að geta ferðast með einhverjum öðrum hætti. En hann sannarlega ekki svona stór eins og þessi áform gera ráð fyrir. Þannig að þarna finnst mér gengið fram með mjög miklum öfgum og það verið að bjóða upp á eitthvað skipulag sem að engin eftirspurnir eftir. Og það sem ég fyrst skorta skilning á að það þarf að koma með skipulag og hann einhverja vöru sem þannig að einhver vilja kaupa hana. Og við þurfum á verktökum að halda og uppbyggingaraðilum sem hafa áhuga að kaupa þarna byggingarétt og byggja þessar íbúðir. Því öðruvísi fáum ekki fjármagn inn í samgöngusáttmálann og öðruvísi verður þessi borgarlína aldrei til sem að það virðist vera búið að teitum einhverja útópíska mynd af þessu hverfi. Þannig horfur þetta við mér allavega. Akkurat og þá segja þau en má þetta ekki bara vera valkostur og má ekki bara fólk velja þetta en við þurfum auðvitað að vera raunsæ og við höfum þarna tækifæri til að skipuleggja nýtt útkverfi í Reykjavík og það mjög spennandi, þetta ótrúlega fallegum stað, það tækifæri á fallegum útivistarsvæðum, við getum komið með atvinnutækifæri austurlega í borginna á þetta svæði og nýja húsnæðiskosti en að koma fram með svona tillögu sem augljóslega gengur ekki upp, það bara svo fjarstæðukennt að maður næri eiginlega ekki upp í nef sér. Þannig að ég auðvitað og við sjálfstæðismenn förum fram á og þetta verður bara algjörlega endurskoðað og við viljum sannarlega, svo það sé alveg haft á raunum, við viljum byggja á Keldnalandinu, það mjög mikilvægt, en það verður að vanda til verka og þetta svo einstakt tækifæri að fá að skipuleggja þarna hverfi og við verðum að gera það vel. Það virðist verið einhvern veginn eins og stjórnvöld sé einhvern veginn að, ég meina Dóra Björt sem formaður skipulagsráðs, þið mættist nú í Kastljósi vikunni og hún sagði þar til dæmis að ein setningi sem hún sagði var svo að það var hlutur eitthvað svo opinbera leið okkur í rétt átt, svo haft sér orðið eftir henni. Sko, ef maður reynir að sína þessu viðhorfið þeirra ákveðin skilning, þá þetta, við þekkjum öll umferðarvandann í Reykjavík. Það þekkja allir sem að þurfa að fara, menn ég býð sjálfur í Austurborginni og allt þetta. Þannig að það ekkert launungamál, það þarf að leysa hann einhvern veginn, einhverstaðar, með einhverjum hætti. Það hins vegar samt búið að teitum eins og ég kalla þetta útópíska mynd áðan, það búið að draga upp einhverja skrýtna mynd af þessu hverfi fyrir lífstíl sem að rauninni fáir lifa á Íslandi. Þú átt að geima bílinn einhverju bílageymslu, labba kannski 500-700 metra íbúðinni, fólk með innkaupapoka og lítil börn og allt þetta hávetur ekki að fara að gera þetta. Það hefur engin áhuga á þessu, sko. Þannig en þetta að segja, sko, ef maður reyna að koma aðeins til varnar, Pírötunum og fleirum sem aðlast þetta skipulag, þá þetta verið að reyna að finna einhverja lausnir við því hvernig fólk getur búið að þurfa að eiga bíl eða þurfa að nota bíl. En það að fara að ganga upp? Ég held svona fyrstlega með þessu ummæli, menn þarna öllu snúa á hvolfa því auðvitað hlutverk eins og opinbera stjórnvalda bara styðja við hvern og einn, hvernig þeir vilja raun og segja búa og kjósa að lifa í tilfelli í þessu tiltekna hverfi og það bara gegnum tíðina það margt sem bendir til þess að skipulagið sem hefur verið hérna í borginni hafi einfallega ekki upp á það að bjóða sem íbúar sækjast eftir og þar getur verið ýmislegt og það birtist kannski að hluta til í því að nýbyggingar hér á höfuðborgarsvæðinu, þær eru seinar til að seljast, svona samborið við húsnæði sem þegar verið byggt eldra húsnæði, og það getur verið alls konar, ég meina, þetta húsnæði er fyrstlega dýrara, það getur verið einhvers konar aðgengismál, það getur verið bílastæði, að sjálfsögðu samgöngur, almenningssamgöngur skipta þar miklu máli og svo allar þessar reglur og þessar kvaðir og ég held að sjálfur sér að þessi jákvætt þarna, til dæmis þá var hagfræðingur í HMS bara að birta grein núna í Morgunblaðinu í vikunni þar sem hann benti á, við erum búin að, hann benti á það að þessar, sennilega væru það þessar kvaðir sem væru að valda því að markaðurinn fyrir frost núna og lausnin það í framtíðinu væri þá meiri sveigjanleiki og meira frelsi í skipulagi sem svolítið öfugt við það sem heyrir í þessu. Og hvað tiltekin og þessu sé stilt upp eins og að almenningssamgöngur og þá að einhver einkabíll að þetta útiloki hvort annað. Ég held að þetta bara sé vel til þess fallið að styðja við hvort annað. Ég meina að fólk getur kosið að fara með almenningssamgöngum inn í miðbæinn, svo kannski kýs fólk að ferðast út á land, heimsækja fjölskyldu, vill fara í ferðalag, ég meina til þess verður það að hafa aðgengi á bíl og einhvers staðar verður að geta lagt honum. Mér finnst líka áhugavert að sjá með því að núna oft þannig að það fylgja
bílastæði bílakjallara með íbúðum, þú kaupir eins og það með og það sem áhört að sjá, ef að fólk kýs síðan að nota að reka ekki bíl, þá sér maður að það svo áhugavert að fólk sko mjög fljótt að setja þarna inn á til dæmis eins og Facebook sér húsfélaga, auglýsa stæðin til leigu, segja kannski að ég ætla að vera bíllaus svona í tíma, hann ég leigi bara frá mig stæðin, þannig ég meina að deilihagkerfi í þessu, það virkar vel og það þarf ekki að segja sko svart hagkerfi með bílastæði einmitt, ég meina ég held að bara samskipti með einstaklinga og að fólki svolítið bara getur svolítið staðsett sér sjálft í því hvernig það vill sko búa og hvernig vill haga þessu. Kannski yfir vetramánuðin hendar betur að við notum meira bílinn og við sumartíman algjörlega leggjónum sko. Þannig ég held bara meiri valfrelsi í þessu sé að finna betra sko. Þú komst inn á svo marga góða og mikilvæga punkta í þessari umræðu og einn einmitt sá að það eru þetta alveg fólk sem að gæti hugsa sér eða væri einhverjur öflugar almenningssamgöngur að ferðast með þeim til vinnu og áskorunin í umferðinni oft hvað gerum við á háannatímum og hvernig bregðust við umferðavandanum á háannatímum en það ekki þar með sagt að þessu hópur vil ekki eiga bíl og það eru flestir Íslendingar sem vilja það til þess að sinna erindum utan vinnu og við þekkjum líka öll bara sem eru með börn, allt snattið sem fylgir því til að ferðast út á land og hvaða nú og mér finnst birtast í þessum ummælum hennar Dóru þetta ríka stjórnlyndi sem að mér finnst hafa farið vaxandi inn í borgarkerfinu og við sjáum það mjög oft og gjarnan í skipulagsmálum og samgöngumálum við sjáum það í starfsemi heilbrigðiseftirlits hvernig inngrip og afskipti eru af til að mynda þeim sem að vilja opna hér veitingahús og það öllu einhvern veginn snúð á hvolf og alltaf gert ráð fyrir að menn sé einhvern veginn að reyna að svíkja og pretta það má ekki drekka bjóra á íþróttaleikjum og eitthvað svona, þú veist, þannig að mér finnst þetta vera vaxandi og ég hef ágjör á því og við höfum alltaf talað fyrir frelsi og vali og ég hef aldrei skilið að því að sumir vilja svara svona öfgum með því að taka öfgarnar alveg hinn áttina og ég held að galdurinn liggi ekki þar. Galdurinn liggur í frelsinu og valkostunum og við bjóðum fjölbreytta borg, þar sem að borgarhverfin eru fjölbreytt og hver getur þá fundið sinn stað í borginni eftir í hvaða lífstíl hann vill lifa. Er það hægt? Ég held að sé hægt, þau eru nú þegar nokkuð fjölbreytt. Það er mjög ólíkur lífstíl sem fólk lifir til dæmis í Vesturbæ eða í Grafarvogi. Það er bara veruleiki og það eru kostir. En við þurfum líka að horfa á þá spyr fólk og svona eru svolítið að skjóta mig þessa dagana því ég hef talað fyrir þessu valfrelsi. Býtu, er þetta Keldnalandshverfi ekki bara nýr valkostur? Við þurfum fyrir það fyrsta auðvitað að vera raunsæ og koma með skipulag sem er raunhæft að geti verið hægt að byggja á. En svona valkostur hverfi sem að verður á svona miklu meiri hluta bíllaust, það gengur ekki upp svona austarlega í borginni. Við töluðum fyrir því í kosningunum 2018 og ég hef talað fyrir því alla götu síðan að við byggjum upp íbúðahverfi á Grandanum og ég brenn mjög fyrir það málefni ennþá að hér verði heimilt og við erum núna stödd þar í Örfirisey og Grandanum að hér verði heimilt að byggja íbúðarhúsnæði og það er nú þegar þannig að hér býr eitthvað fólk bara í óleyfi og þá er ég ekki að tala fólk ímynda sér þegar ég segi þetta, ég sé að tala iðnaðarmenn sem eru aðfluttir og hýrast 50 saman í einhverjum örfáum fermetrum, ég er ekki að tala það. Það eru 10 til næsta herbyggi. Já, það ekki. Nei, ég er að tala fólk sem búið að taka undir sig eitthvað glæsileg rými og gera ótrúlega flottar íbúður í einhverjum eins og New York loft. Mjög flott. Og þegar að fólk er farið svona óhlýðnaðast reglunum í svona miklu mæli með þessum hætti, þá er alveg ástæða fyrir okkur til að fara að hugsa, heyrðu, erum við ekki bara með eitthvað furðu regluverk sem að fólk svona tengir ekki lengur við. Og helsta gagnrýni sem við fengum og það var svo merkilegt að allir flokkar voru í rauninni að móta okkur í þessu og við höfum í rauninni ekki fengið liðstyrk gagnvart þessari hugmynd en þá frá öðrum flokkum en þá vorum við gagnrýnt fyrir það hvernig ætluðum við að þjóna samgöngumálum á þessu svæði. Nú þegar væri allt stíplað út úr Vesturbænum, alls ekki óeðlileg spurning og við vorum með alls konar stórar hugmyndur að hér mætti setja botgöng, neðan sjávar og ýmislegt annað en hin lausnin væri líka, það er líka alveg hér kannski tækifæri til að vera með hverfi sem er ekki rosalega bílmiðað að það sem að gæti verið eitthvað hlutfall fólks sem bara ætti ekki bíl af því að hér við erum við nálagt stærstu vinnustöðum landsins og Háskóla Íslands, Landspítalanum og þessum stöðum. Þannig að það er miklu, já, miðbænum öllum, þannig að það er miklu raunhæfara að horfa á eitthvað svona hugmyndir hér heldur en alla leið uppi á Keldnalandinu. Mér finnst svona í þessum umræðum þá umræðum vikunar sko, þá erum við hugsað til Línu Langsokks sem held nú fögnuði nú áttræðisafmæli hennar núna síðastliðna helgi og þá var í leikritinu það frægt atriði þar sem að Tommi og Anna koma sjónarhóli í fyrsta skiptið og sjá þar að það er hestur sem er út á verundinni og Lína kemur út, tekur á móti þeim og Tommi spyr býtu hvað er hesturinn að gera á verundinni? Hestar eiga að eiga heima í hesthúsum og þá svarar Lína og Snjatan Háttersson gerir nú yfirleitt segðu mér nú Tommi, hvar átt þú að eiga heima? Og þannig að í þessu þá er þetta spurning hvar á fólk að búa
það ekki spurningin, hvernig vill fólk búa Nákvæmlega. og það spurningin sem stjórnmálamenn ættu að spyrja sig í þessu. Nákvæmlega og ég upplifi mjög sterkt að við stjórnborgarinnar séu flokkar sem hafa verið við völd mjög lengi og þetta auðvitað sérstaklega Samfylking og Píratar, ég get svona nefnt þau alveg sérstaklega, sem að eru búin að vera þarna það lengi að þau eru komin í svo mikla fjarlægð frá fólkinu í borginni, algjörlega hætt að hlusta, búin að reisa einhvern varnarmúr í kringum sjálf sig og sína hugmyndafræði og skilja ekki þegar allir rísa upp algjörlega brjálaðir gagnvart þeirra hugmyndum, þau bara skilja það ekki. En þetta er bara ekki það sem fólk vill. Og ég held að kosningarnar í vor, sem eru eftir tæpa 8 mánuði, muna ykkur leiti snúast bara hverjir ætla að hlusta hérna fólki í borginni og hverjir ekki. Og það er í mínum huga alveg skýrt hvernig landi liggur í þessum efnum og mér finnst vera trendið vera að fara til hægri í borginni og ég vona þetta að það verði lendingin. Skoðanakannanir var að benda þess. Skoðanakannanir benda til þess að hér verði hægt að mynda svona hægri miðju, meiri hluta eftir næstu kosningar. Og þar í þessum tölum birtist þetta bara skýrt ákall á breytingar. Við erum alltaf að tala um breytingar en alvöru breytingar, ekki það sem við segjum bara breytingar og gerum svo eitthvað allt annað. Og það hart skoti á Einar Þorsteinsson. Já, Einar er vinur minn sko en ég skýta svona á hann líka þegar hann er á staðnum. En það eru þetta þannig og þetta skiptir máli að það hefur varla verið hægt að mynda meirihluta í Reykjavík, öðruvísi en að í slíkum meirihluta sé annar af 2 turnum, Samfylkingin eða Sjálfstæðisflokkurinn. Og Samfylkingin hefur því miður verið turnin sem hefur valist inn í meirihluta núna í næstu því 30 ára skeið með svona litlum alltaf stuttum undantekningum. Og nú skiptir bara máli að Sjálfstæðisflokkurinn fái nægan stuðning í næstu kosningum, að það verði ekki hægt að ganga fram hjá okkur. Og það eru margir sem spila þessa útilokunarleiki og þetta er svona taktík sem að Dagur var klókur í. Hann var klókur að læsa menn með sér inni og útiloka sjálfstæðismenn. En það verða engar breytingar hér, öðruvísi en að turnin í meirihlutanum verði Sjálfstæðisflokkurinn. Það er alveg ljóst og þetta er bara full reynd. Við skulum að halda þetta til haga að í kosningunum 2022 og 2018 þá verðandi meirihluti í borginni. Heldur betur. Þetta hlaða utan á sig, fyrst Viðreisn og síðan Framsókn til að halda meirihluta. Þess að það var Dagur sem leiddi það. 8 mánuðir í kosningaseguru. Það er alltaf, ég veit að vinir okkar í Epipet, þeir eru nú farin að gíra sig upp í það. Skulum aðeins sjá mynd, þetta er úr síðustu þingkosningum. Ég bara rífið upp að því að þetta rífist upp fyrir morgun að því við vorum undirbúið þáttinn og 8 mánuðir í kosningar og allt þetta. Þeir voru nokkuð nálægt í, eða öllu heldur bara þeir sem voru að betta á flokkana, voru svolítið nálægt í hvernig loka niðurstaðan var. Einmitt. Það var nú cirka bát svona. Þannig að þeir eru veit ég að undirbúa sig vel fyrir kosningarnar í vor. 8 mánuðir, Hildur, þú ætlar að halda áfram það ekki? Jú, ég ætla að halda áfram. Ég get kostað mér til að leiða Sjálfstæðisflokkinn aftur í næstu kosningum og inn í næsta kjörtímabil og ég hef leitt flokkinn á þessu kjörtímabili og við höfum verið að ná góðri siglingu og góðum árangri og hljómgrunni hjá fólkinu í borginni og höfum lagt svolítið áherslu á bara hlusta á fólk og ég hef tekið ferðir hverfin og fundið með íþróttafélögum og fyrirtækjum og skólum og fleirum og svona heyra hvar landi liggur og hvað það er sem fólk hefur áhyggjur af og Þú varst að kynna á Facebook-síðinni bara núna í vikunni 5 áherslumál, ertu að gera þið upp í kosningabaratu? Já, mér finnst þetta bara að vera byrjað að mörgu leyti og ég finn það bara ekki, þá er ég ekki bara að vísa í borgarstjórnarsalinn að við séum byrjuð ykkur átökum þar eða hittastíð hafið það eitthvað þar, heldur ég finna bara svona úti í borginni, bara á kassanum í matabúðinni eða hvað það nú er, að fólk er meira og meira að hnippa í mann og spyrja hvenar er nú eiginlega kosið og leita til manns með ýmis mál og óþreyjufullt að hér komi nýtt fólk við stjórn í borginni. Þannig að já, auðvitað er þetta bara byrjað og mér finnst við engan tíma mega missa. Við fórum, svo ég tala nú bara hreinskilnislega, allt og seint á stað fyrir síðustu kosningar. Prófkjörið okkar var allt og seint, það var 19. mars, kosið 14. maí og það er auðvitað flókið verkefni að vera með nýjan lista eftir prófkjör og eiga tæpa 2 mánuði til stefnu að ákveða málefnaáherslur og fara á stað. Hvað verður gert núna, veistu það? Núna skilst mér bara á næstu dögum og vikum eigi að fara með einhverjar tillögur til atkvæðagreiðslu fyrir fulltrúaráðið og það sem ég heyri er að það verði svona kannski byggist á hvort það verði bara hefbundið opið prófkjör eða leiðtogaprófkjör og ég hef nú svo sem ekkert haft neina sérstaka skoðun á því hvaða leið er betri. Ég vil bara að þetta sé nægilega snemma. Ég kemst samt ekki hjá því að spyrja út í ummæli sem að Halldór Halldórsson lét falla í þjóðmálum núna bara nýlega. Fyrrverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík var hér í þætti með Einari Þorsteinsyni fyrirnefndum og hann talaði að það þyrfti að hans skoðun var svo að það þyrfti að eiga einhvers konar leiðtogaprófkjör
og sigur þess þyrfti þá að fá að velja sinn lista svolítið sjálfur, allan það var efstu sætin. Ertu sammála því eða hvernig horfir þetta við þér? Eins og ég segi þá hef ég nú almennt sagt það er ekki mitt að ákveða hvernig fyrirkomulagi verður og ég ætla bara að treysta fulltrúaráðinu til að taka góða ákvörðun og ég tek þátt í ferlinu sem verður ofan á. En ég heyri þetta sjónamið hins vegar mjög víða og að fólki finni skipta máli að leiðtoginn fá að velja með sér fólk. Þannig að þetta er ekki fyrsta sinn sem ég heyri þessu sjónamið flekt fram en svo er líka ríkt í flokksmönnum að það er svona í okkar DNA að fara bara í almennt prófkjör og fara í samkeppnina sem því fylgir. Þannig að það eru kostur og gallar við þetta allt saman og ég hef náttúrulega prófað hvoru tveggja. Ég kem inn 2018 þá er leiðtogaprófkjör, Eyþór Arnalds er kjörinn oddviti og svo er stilt upp í restan af listanum og mér er stilt upp í annað sæti. Og á þeim tíma hefði ég hefði aldrei farið í pólitík ef það hefði ekki verið með þessum hætti. Ég hefði ekki farið í gennum prófkjör á þeim tíma en svo hef ég líka farið í hefðbundi prófkjör þar sem ég bauð mig fram í fyrsta sæti og vann það. Þannig að ég hef bæði unnið prófkjör og fengið efsta sæti sem var til útlutunar í uppstillingu þannig að þetta hefur báðar leiðir hafa komið mjög vel út fyrir mig persónulega. Þannig að eins og segi, ég sé kosti og galla. Og Gunnar, þú nýr oddviti Viðreisnar í Reykjavík? Jú, tilkynna hér með. Já, bara. Nei, ekki beint. Maður fylgist bara af hliðalínunni núna eins og svo oft áður. Þeir eru að leita sér oddvita. Akkurat. Maður sér að margir eru orðaði við það. En það er Þórdís Lóa búin tilkynna náttúrulega ekki að fara áfram. Já. Og Helga hjá Flokki fólksins er hún ekki búin að draga land líka? Hún er allavega svona tvístigandi. Ég hef ekki séð tilkynningu frá henni, en mér hefur fundist hún allavega tvístigandi. Já. Verður viðskiptaráð, munið þið setja ykkur í gírinn fyrir kosningarnar í vor? Sko, við ætlum ekki að stilla á lista, en jú, að sjálfsögðu, í málefnastarfinu þá er... Þið hafið fjallað fjármál sveitafélaga og verkefni þeirra og... Fjármál sveitafélaga verkefni og það er eitt af því sem verður algjörlega í brennidepli í vetur og maður hefur fundið að það er einhver svona kraumandi, einhver óánægja víða land, sérstaklega að vera nærþjónustuna á sveitarstjórnarstiginu og það hafi ekki verið gegnum tíðina staðið nógu vel í ýmsum mikilvægustu málaflokkunum leikskólamál, grunnskólarnir, húsnæðismarkaðar og þess áttar og maður finnur að það er núna sérstakt ákall eftir einhvern breytingum og það er ánægjulegt að sjá að það hafa verið lagðar fram ýmsar breytingar, sumum hringt í framkvæmd. Maður sér að sveitarfélagin upplifa þá loksins núna, það er einhver samkeppni, við getum svolítið aðgreint okkur og boðið íbúðunum okkur upp á ólíkar lausnir. Og maður sér til dæmis að það gengur vel til dæmis í grunnskólamálum, eins og Kveikjum neistan, verkefni sem er í Vestmannaeyjabæ. Það virðist hafa farið mjög vel á stað, farið góðar undirtektir, spennandi og það er í nánari skoðun, heyrir maður víðsvegar landið. Kópavogsbær hefur innleitt breytingar bæði þá á leikskólastígi og núna síðast tilkynnti Ásdís Kristinsdóttir bæjarstjóri í Kópavogsbæ að þau ætti að ráðast í svona heildrænt mat á grunnskólastíginu sínu, frábært verkefni og það verður spennandi að sjá að þau ætli svona sjá hvernig skólarnir er að standa og nota það til að bæta þjónustu við nemendur, foreldra, við kennarna sjálfa og sjá hver afkvöstun eru. Akureyrarbær hefur líka endurskoðað leikskólamódelið og virðist hafa gengið þokkalega vel og mönnun gengið betur og lokunardagar bara fáherðir. Þannig að það er alls konar þessi spennandi verkefni og talandum slagurinn byrjaður. Þarna birtist að slagurinn er sannarlega byrjaður og maður sér að því í borginni hafi heldur ekki allir í borginni þarna verið hugmyndasnöður. Maður sér að þau hafa lagt fram ýmsar tillögur og hvernig maður breyta þessu og kannski það eitthvað sem maður að vona á meira við í vor? Já, ekki spurning og við höfum einmitt í menntamálunum, þá lögðum við fram 5 tillögur á dögunum, eða tillögur að 5 aðgerðum í menntamálum og þær eru að mörgu leyti auðvitað rýma við það sem Ásdís er að gera í Kópavogi sem hafa bara glæsilegt og í rauninni bara fullkomlega samhljóða tillögum flokksins fyrir þingkosningar, það voru reyndar svona stærri tillögupakki en við ákveðum að koma með svona 5 punktana sem okkur þóttu skipta kannski mestu máli og geta hreyft helst við málum og þar viljum við fá aftur samræmd próf og ekki bara samræmd próf eins og það er oft talað að þau vera í þessum 3 skólastigum grunnskólans upp í 9. bekk en við viljum líka fá lokapróf í 10. bekk svo að börn keppi á jafningagrundvelli þegar þau eru að sækja menntaskóla og við sjáum bara hvar þau standa þegar þau útskrifast úr þessu 10 ára skyldubundna námi. Við tölum líka gegn í rauninu þessu bókstafsengunarkerfi og þessum táknum og orðum og litum og hvað þetta allt er. Það eru auðvitað ekki sveitafélagana ákveða að breyta því, það er menntamálaráðherra en til að okkar snýra því að við myndum hefja samtal og vera leiðandi sem höfuborg að hefja þetta samtal við menntamálaráðherra. Við viljum símabann í grunnskólum
og mér finnst þetta áhugavert að segja frá því að ég var á móti símabanni í grunnskólum 2018 þegar svoleiðis tillögur komið fram í borgarstjórn en síðan hefur tíminn liðið og við höfum kynst reynslu erlendra þjóða og fengið rannsóknir og upplýsingar sem benda til þess hversu skaðlega áhrif þessi símanótkun hefur og hversu miklu máli það getur skipt að gefa börnunum þetta símafrí á skólatíma, ekki bara í kennslustundum heldur líka í fríminútum þar sem þau þjálfa sína félagsfærni þannig að þarna var ég bara algjörlega reiðbúin að skipta um skoðun og grundvelli bara nýrra gagna og upplýsinga. Við viljum líka setja borginni markmið að vera svona leiðandi sem hefur borgið að koma íslensku skólakerfi í fremstu röð og við eigum bara að hafa metna til þess og það á ekkert að vera Höfum við það? Nei, ekki hingað til, þá höfum við ekki haft hann og mér finnst það sérstakt vegna þess að við erum auðvitað í fremstu röð meðal þjóða og ótrúlega mörgum sviðum og mér finnst sérkennilegt að við höfum ekki viljað sýna þennan metnað líka í menntamálum. Þannig að ég vil að við setjum okkur bara skýr markmið í þessum efnum árangur í PISA, árangur í læsi og tillögur okkar fólu það í sér. Og 50 og síðasti punkturinn, svo ég komi nú inn á hann líka, að hann snýra því að börn sem flytja hingað til lands og þekkja ekki íslenskt málumhverfi eða íslenska menningu, það verði tekið á móti þeim í sérstökum móttökudeildum grunnskóla. Og ég hef tekið eftir því þegar sjálfstæðisflokkurinn hefur fjallað þetta, einhverjir upplifa þetta einhverja grimmt að setja börnin í einhverjar aðskildar móttökudeildir. En það er auðvitað algjörlega miskilin góðmennska að setja barn sem að talar ekki stafkróki í íslenskri tungu inn í bekk með kannski stundum eru 5 tungumál í skólastofunni sem kennarinn er að glíma við, fær ekki viðeigandi stuðning og það bitna bara öllum. Kennarinn nær ekki að sinna sínu starfi nægilega vel, þetta tiltekna barn fær ekki þjónustuna sem það á skilið og öll hinn börnin líka einhvern veginn fá ekki heldur þjónustuna sem það á skilið því að það ræður enginn almennilega við verkefnið. Það kom skýrsla frá OECD nú í sumar held ég og hún fór hörðum orðum íslensk skólakerfi og talaði þá meðal annars hversu breytt bil er á milli færni íslenskra nemenda og nemenda af erlendum uppruna. Við erum greinilega ekki að taka nægilega vel á móti börnum sem koma hingað til lands. Þannig að já, við viljum taka móti þeim í sérstökum móttökudeildum þar sem er áhersla á íslensku kennslu og íslenska menningu og við lítum svo á að það sé líka bara mýkri lending fyrir þessi börn og svo þegar þau eru tilbúin og eru metin tilbúin þá fara þau inn í hefðbundin bekk og þetta ætti að vera betra fyrir þessi börn, fyrir kennarana og alla aðra nemendur. Miskilin góðmennska, það er okkur hugtak sem að mætti örugglega nota oftar. Já, ég held að vinstri menn þeir eru oft með miskilda góðmennsku. Þetta er alltaf, sko, þetta er merkilegt við sveitarstjórnarkosningar er að mismunandi áherslur í hverju sveitarfélagi, svona öllu jafna. Þú veist, mikið fellan rekstur og skipulagsmál, en svo er þetta svo, þú veist, misjafnt eftir sveitarfélagum hverju áherslunar eru. Þú myndist svona þessu Akureyri, drottninguna fyrir norðan, Ásthildur Sturludóttur sem rekur það sveitarfélagi með Harry Hendri og gengur bara vel. Þú veist, þetta er einhvern veginn, þannig að umræðinni vetur kannski oftar að vera svona alls konar, en vantarlega eru kannski, að því að þú vorst að þetta menntamálin, sko, það er kannski eitthvað sem að verður svona í brennidepli myndi ég halda eða ég er að giska á svona hvernig umræðan verður í vetur. Mér finnst nefnilega algjörlega og þegar ég er að leiða sjálfstæðisflokkin fyrsta skipti í kosningum 2022 og þá fekk ég símtal frá Jóni Petri Simsen. Þarna var hann bara skólamaður út í bæ og ég þekkti hann ekki þannig og hann sagði af hverju óskopanum eru þið ekki að tala meir skólamál og af hverju eru skólamál ekki kosningamál og svona og var bara mjög umhugð þetta og ég sagði ég er alveg sammálaður, ég brenna líka mjög mikið fyrir þennan málflokk en það er einhvern veginn ekki áhugi út í samfélaginu og stundum stýrir maður ekki hvaða mál verða kosningamál, það er stundum eitthvað sem nær rosalegu flugi og annað ekki en ég finn mikla breytingu núna, ég finn að almenningur hefur mikinn áhuga á að tala skólamál og fólk hefur miklar áhugjur af stöðumála og það er náttúrulega ofsalega vont að það á við í mörgum málaflokkum og oft eru dæmin tekin sérstaklega samgöngu innviðin okkar og það þarf að verða dauðaslys til að þessi gripið til einhverja úrbóta og aðgerða og það þarf að skólakerfi okkar þarf að vera komið í algjört öngstræti eins og það er að mörguleiti núna til þess að fólk sé reiðubúið að grípa til aðgerða. En það er ekki þar með sagt að við höfum ekki fullt af stórkostlegum kennurum og frábæru fólki sem starfar í skólunum, auðvitað. En við höfum vilst eitthvað af leið og það verður nú að fá að hrósa viðskiptaráði að þið hefum líka fjallað þessi mál og með svona djörfum og hugðum hætti sem kannski ekki margir hafa þorað að ávarpa og þið nefndu það einmitt og ég verð bara að taka undir að þetta er veruleikin sá að kennarafórustan hefur, og þá er ég ekki að tala kennarana sem einstaklinga, bara kennarafórustan hefur svolítið fengið að leiða skólaþróun núna langt skeið og niðurstaðan með þessum árangri og nú verðum við bara að stiga á bremsuna og það segja margir við mig
sko því ég vil líka til að mynda þegar, ég ætla ekki að segja ef við komast í meiri hluta eftir kosningar, ég myndi vilja fá svo kallað ytra mat á öllum grunnskólum Reykjavík og borgar og það bara opinbert og fólk getur bara kynnt sér hvar stendur minn skóli, það gott mælitæki fyrir okkur stjórnmálamenn að átta okkur á hvar þarf að grípa til aðgerða, hvar þarf að beina fjármagni, hverjum getum við lært af. Þannig að mér finnst mikilvægt að við höfum all þessi mælitæki en þetta eitthvað sem að kennarafórustan, henn ekki hugnast að við séum að birta upplýsingar og við séum að mæla árangur og það auðvitað mjög vont og þannig við þurfum að vita hver við stöndum og við erum svona með mikla áherslu á þetta að við séum með samræmdar mælingar, við séum með mælingar á skólunum, við séum að fá þessar PISA-mælingar og þær verði líka opinberar og sundurgreindar niður á skóla og við getum unnið með mælanleg markmið og gögn og þannig náum við árangri. Já, þið hann fengið stundubátt fyrir að taka okkur mentamálin. Algjörlega, það hrós í bland við annað en það sem mér gott, við þurfum að ræða þessi mál. Ég meina, þetta nákvæmlega ástæðan fyrir það að grunnskólastíð og það þjónustan var færð niður á sveitarstjórnarstigið. Það til að færa þjónustuna nær íbúðunum. Þeir hafa þá kannski meira að segja og hafa tekið meira þátt í hvernig stefnan sjálf mótuð. Og það nefnilega, manni þykir miður að sjá það búið að reyna að innleiða svona one size fits all stefnu og í henni felst líka að það sé reynt að draga úr samanburð eins og hægt og gera hann nánast ómögulegan. Þannig að það ekki bara þessi málaflokkur, þeir eru fleiri sem eru þarna sveitarstjórnarstiginu alveg næst íbúðunum og það spennandi að sjá hvort að íbúðarnir hafi áfram þennan mikla áhuga að sjá framfarir og bætingar á þessu stigi og leynast bara því lík tækifæri fyrir stjórnmálamenn sem að hafa hugmyndir breytingar, hvernig maður gera samfélagi betra og útfæra það þá með þeim hætti að fólk trúi því að þetta sé hægt. Það var mjög áhugavert þegar við komum með aðgerðapakkan okkar í menntamálum inn í borgarstjórnum daginn og tókum svona pólitíska umræðum hann að sjá og heyra þar sem maður auðvitað vissi áherslur vinstri manna í þessum efnum. Það snúast alltaf að þeim sem standa líði ekki illa með sjálfa sig. Í stað þess að átt okkur á því hverjir standa illa og geta þá aðstoða og stutta og til þess að ná meiri árangri eða beinti minn og brautir þar sem hæfileikar þeirra liggja eða eitthvað slíkt. Það var mjög áhugavert og ég hef auðvitað áhyggjur af því að hér sé bara búið að skapa svona eitthvað skólakerfi sem byggir á meðalmennsku og það má enginn skara fram úr og B best og allir fá þátttökuverðlaun. Og ég tók eftir því þegar sonur minn útskrifaðist úr grunnskóla núna á dögunum og það voru 300 krakkar að útskrifast úr stórum svona unglingaskóla og ég beið alla útskriftaraathöfnina eftir eitthvað fengi verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur en það var enginn sem fekk verðlaun og ég veit ekki hvort að segja því að það má ekki lengur umbunað fólki fyrir að vera framúrskarandi eða því það erfitt að meta hver framúrskarandi þegar einkunnaskalinn svona loðinn. Það kannski ósala margir með A í öllu en þannig að það erfitt að greina á milli versus þegar einhverju með 9 meðlengun og annar með 9,7. Þannig að mér finnst þetta vont og við þurfum að gefa fólki tækifæri til að skara fram úr. Við þurfum á fólki að halda sem skara fram úr í samfélaginu. Þannig verða til verðmæti. Já, við ætlum ekki að ýta undir andverðleika samfélagið. Nei. Þetta betur ekki. Talandi að skara fram úr. Gunnar, þið voruð að birta, var ekki bara gær, nýja útlæti ykkar olíuleit á Draukasvæðinu. Við höfum aðeins fjallað og vorum með Heiðar Guðjónsson í þætti daginn og vorum aðeins að fjalla olíuleitina sem hefur eitthvað legið dvala frá árinu 2012-13 minnum mig sem að svona hefur lítið gest síðan þá segja okkur aðeins frá þessar útlæti ykkar svona fyrir stiklum og stóru þar. Já, við birtum með þessa útgáfu Öðlind í augsýn sem fjallað það olíuleit á Drekasvæðinu og tilefni útgáfunar var kannski þessi umræða sem hefur farið svo hressilega á stað bara á síðustu dögum og vikum við höldum þá ná bara vel utanum þau tækifæri sem eru þarna, náðunum sviðsmyndirnar og athuga hver eru tækifærin og hvað kostnaður getur þá mögulega fyllt þessu, þá sérstaklega út frá sjónarmiðum ríkisins eða stjórnvaldsins. Og það sem að fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós er að þar hefur fundist svokallega virt kolvetniskerfi, það sem að vonum að finna olíu í vinnanlegu magni og það getur þá verið 6-12 milljónir olíutunna og 6-12 milljónir olíutunna, hvað þýðir það? Svona þessum einfaldustu máli þá þýðir það bara gífurleg verðmæti, bara það fælst í því ævintýralegur ávinningur fyrir íslenskt samfélag. Þetta eru tekjur 50-100 milljón króna á hvern íslenskan ríkisborgara og svona til samburðar þá það 10-20-falt skattekjur á ríkisborgar árið 2025 í fjárlögum, þannig eru þessu því líku verðmæti. Þá spyrir maður sig, og hvað er þá í húfi? Hvers vegna á ekki að fara í þessi útboð?
og þar bara lítið svör af því að það getur verið ævintýrlegur ávinningur en áhættutakan fyrir ríkissjóð eiginlega engin. Áhættan, hún engin, hún í höndum einkaaðilana og meira segja hefur ríkið þá af þessu af útgáfu sérleyfa til olíuleitar og vinnslu á svæðinu, hefur þá tekjur af þessu. Og þetta eru þarna nokkur 100 milljónir, reiknast okkur til. Og í þessu þá felst engin áhætta og svo endilega kíkja á viðskiptaráðs og sjá úttektin í heild sinni en þar fyrir líka söguna og þetta fer svolítið af stað á svæðinu 85 þegar það gerður sameiginlegur samningur mýtingarétt á svæðinu milli Íslands og Noregs. Svo fer þetta allt á stað upp úr aldramótum og svo þarna boðið út 3 sérleyfi árið 2012 og það sótt þau öll og menn fara að leita og svo ýmislegt sem veldur því að þeim sem skilað inn á lokum árið 2018. Þannig stengur Jó sem að afhenda þau leyfi á sínum tíma. Akkúrat, þetta mjög skemmtileg saga og svo bara fór allt í stopp eftir að koma fram í ríkisstjórnarsáttmála 2001 að það ætti ekki að fara í útboð sambærilegra sérleyfa aftur. Það bara ætti svona de facto bann við olíuleit. Og ég meina hvers vegna ættum við ekki að gera þetta og þar til dæmis eitt sem dúkar reglu upp, það eru rökum umhverfissjónarmið. Og bara klárlega þetta eitthvað sem þarf að huga þegar stemt að þessari leit og þetta einmitt eitt af það sem við gerðum hjá ráðinu að við skoðum umhverfisáhrif olíuvinnslu, hver eru þau? Og þá kemur í ljós að Alþjóða orkumálastofnun hafði gert greiningu það sem kemur í ljós að losun vegna olíuvinnslu, það þá bor eftir olíunni, vinnana, flytjan í land og það líka ákveðið hvað þú losar gasið sem getur verið þarna í þessum lindum að það 5-faldur munur á losun vegna olíuvinnslu þar sem hún lægst og þar sem hún hæst. Og hún lægst í Noregi og það þá grænasta olían. Og við áætlum þetta verið Drekasvæði, hvernig þetta væri fyrir Ísland. Og Ísland væri þarna með sambærilega vinnsluhætti og í Noregi. Það verið aðeins erfiðara vissulega að keyra vinnsluna á rafmagni og þess áttar að væri sennilega ómögulegt. En niðurstaðan sú að þessi olíuvinnsla væri sennilega ein sú grænasta í heiminum. Þannig að jákvæði áhrifin af því að farið þetta verkefni eru stjarnfræðilega meiri en þessi neikvæði. Ætlar að fara að segja landvernd það að þetta verði grænasta olían í heiminum? Það bara, fyrir svona vísi var held ég bara með það í gær. Það var Ragnar Sigurður, hagfræðingur málumsögn í okkur sem sagði þetta. Þannig að þau kannski lásuða þar. En hann bendum á þetta og það svona finnst manni svolítið skrítið hvernig stjórnvöld og þá ráðherra málflokksins hefur brugðist við þessu því að hann bendir hann til þess að það sé þarna frjálst að menn getur komið að ráðuneytinu og óska eftir þessum leyfum og hann tilbúin að skoða þetta og það sjálfur sér bara frábært að heyra það. En og svo var myndust umræður á Alþingi í gær þetta og þá voru svörin svo að hann taldi að það væri bara fyrir eitthvað lítill áhugi á því að fara í þessa leit. Og ég þekki það nú ekki með umræðuna síðustu vikur, það virðist vera mikill áhugi og það í sjálfur sér ekki stjórnvaldi að ákveða hvort það sé áhugi ekki að fara í þessa leit. Ég meina, ef við skoðum söguna, þá var það þannig árið 2009, þá var farið í fyrstu útgáfu sérleyfa. Það var 2 sem sóttu og þeir skiluðu inn umsóknunum bara nær samstundis. Því menn töldu bara efnahagsaðstæður ekki hentugar til að fara í þessa leit á þeim tíma. 3 árum seinna fóru allir á stað. Og við vitum ekki hvort að það geti verið staðan þannig að þetta sé sannarlega eitthvað sem borgi sig á morgun, hvað þá hinn, hvað eftir ár. Þannig þetta klárlega bara verkefni sem ætti að vera klárlega í vinnslu í ráðuneytinu. En stjórnvöld þurfa það að vera svolítið skýr með það það þarf að vera eitthvað fyrirsjónleiki í þessu líka. Algjörlega og hluta stefnu hlýtur þá að vera að menn séu tilbúnir að skoða þetta, alltaf. Og þetta klárlega það sem að klikkaði síðast og setti allt í lás. Og hann við bara hvetjum stjórnvöld eindreiði til að fara í útboð þessara sérleyfa og eins og kemur fram í úttektinni að þá tæki með við rannsóknar aðferðirnar og leitaraðferðin sem voru til á sínum tíma þá gæti olíuvinnsla hafist á Drekasvæðinu innan 16 til 18 ára. Gæti jafnvel tekið skemmri tíma núna vegna framþróunar í tækni og þess áttar. Já, það var komin margir þjóðmál þetta þá. heldur betur. Það verðist einhvern veginn vera svona að stjórnvöld ákveða fyrir okkur hvernig hlutinir að vera. Meina, það var ekki langt síðan við vorum að tala að hér það allt kolefnislaust 2030, ætla ná kolefnishlutleysi og við þekkjum öll umræðunum rafmagnsbíl og allt þetta og svo var það olíulaust Ísland þannig að það einhvern veginn búið að vera að gefa út yfirlýsingar á síðustu árum það hvernig við eigum að lifa, þetta svolítið eins og í borginni Já, mér minnist þetta á síðasta kjörtímabili þá
kom inn í borgaráð yfirlýsing sem borgaráð ætlaði sér að svona, hvað ég segja, undirritaða sammælast að borgin yrði kolefnishlutlaus árið 2030 og þá var nú einhver sem sagði, heyrðum við ekki að setja markið, þetta er ekki nóg metnaðarfullt, það þurfum að miða við 2025 og hér erum við í dag, stödd árið 2025 og fólk hefur auðvitað verið allt og bjartsýnt í þessum efnum og við reiðum okkur auðvitað ennþá að miklu leyti á jarðefnaeldsneyti og munum gera næstu ár og ef við eigum mögulega þarna gríðarlega verðmæta auðlind þá er auðvitað algjörlega galið að reyna ekki að nálgast hana og við getum auðvitað stert okkur á því og erum stolt af því að framleiða hérna græna orku en ef við getum líka farið að vinna hérna eina grænustu olíu heims þá er það líka stórmerkilegt og getur styrt efnahag landsins og við höfum ekki horfa fram hjá því. Ég held að það sé enginn sem horfi á Noreg og hugsa umhverfis spillir sko. Nei, ég held við horfum öll bara öfundar augum á Noreg og sterka stöðu þeirra sem að olían hefur komið með þetta. Já. Það verður hérna, en sko bara þetta með fyrirsjáleikan, þú veist, þú lókuð þessu sko, þú veist, eigum við vonað því að Jóhann Páll eða einhverjir fleiri, þú veist, verði einhvern veginn skýrari með þetta, hafið átt ykkur samtöl við þau eða fyrstur ekki að þetta kynna? Ég held að ég hafi lesað núna í morgun að þetta væri bara í skoðun í ráðuneytinu. Þannig ég held að þetta sé bara að fara á stað, mann sé bara að meta stöðuna og það getur kannski tekið einhvern tíma núna sem hefur verið að dusta reki á þessum tillögum. En ég meina, sko, við höfum farið þessi útboð áður. Fyrirmyndirnir eru til. Við erum með þessa þekkingu, þessi fyrri leit hefur skilað bæði tekjum í ríkissjóð, alls konar gögnum eftir leit og rannsóknir, þrívíðar og tvívíðar endurkastmælingar og einhverjum 1000 kilometra gögnum. Gögnum sem að ríkið á í dag. Algjörlega og þannig að það minnst í góðri stöðu til að bara kýla á þetta og við hvetjum með eindreið áfram. Við erum duglegir að nota endurskoðuna með hérna frá frumherja í þáttunum en ég sé bara skoðana þetta. Frábært. Allan er 1-2 ár. Þannig að við látum þetta sleita. Þetta virkar spennandi. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða og munum vonandi gera á næstu árum, myndi ég halda. Það er eitt sem ég langar til að fara aðeins yfir. Maður kíkir stundum á Kringlukróna eins og við þekkið og alltaf gott fólk þar. Maður sér að rútínan er komin eftir gang, það er vel að gera þar í hádeginu alla daga. Og það er oft verið að ræða við mann svona hluti sem að þú veist eru boðaðir á stjórnmálamannum en verði ekki endilega. Þannig ég ætla að taka saman nokkur atriði og fá ykkar svona skoðun á því, þú veist, svona hluti sem að aldrei verða, þú veist, það er kannski svolítið gróft að segja hlutir verði aldrei en samt, þú veist, þið fattir hvað er að fara þegar fyrir að rifja upp. Til dæmis er núna eitt atriði sem er boðað það hálfu fjármálaráðherra að það er afnám áminningaskyldu. Og við skulum bara sjá strákar, getum við ekki sett upp frétt á skjáin hjá okkur. Jú, þetta var bara frétt núna frá því vikunni. Áforma að afnema áminningaskyldu opinberra starfsmanna. Þú veist, við höfum séð þetta áður. Það eru oft verið að tala um þetta en ekkert gerst. Er eitthvað að fara að gerast í þessu? Þetta er atriði númer 1, 4 atriði sko. Góð spurning. Það er margt sem að ríkisstjórnin segist ætla að gera þessa mundir og menn segja, af hverju gerði sjálfstæðisflokkurinn þetta ekki? En ég býði nú bara eftir að þau raunverulega gera hlutina og þá getum við rætt árangurinn. En þau fara fram svona stórhuga og segjast ætla að gera ýmislegt en auðvitað er algjörlega nauðsynlegt að fara að taka á þessum málefnum opinberra starfsmanna og við finnum auðvitað fyrir því á vettvangi sveitarfélagana og ég geti nefnt bara, sko, það er nú ekki ámenningaskyldan en ég fer bara yfir í veikindaréttin til dæmis. Hann er gríðarlega þungur í rekstri sveitarfélaga og við sjáum til dæmis veikindahlutfallið hjá Reykjavíkurborg gríðarlega hátt og veikindarétturinn kostar í rauninni borgarsjóð hefur kostað hátt í 6,2 milljarða síðustu ár. Veikindahlutfallið á leikskólum er 10% og í nýju ársleita uppgjöri borgarinnar þá flaggar fjármála og áttustýringasvið sérstaklega á þetta háa veikindahlutfall og maður velti líka fyrir sér hvort að það stafi kannski einhverju leiti að þessum uppsafnaða viðhaldsskorti á leikskólahúsnæði líka þar sem að fólk er að vinna í einhverju óheilnæmu umhverfi. Það er náttúrulega algjörlega ábyrgð borgaryfirvalda. En þetta er auðvitað gríðarlegu kostnaður sem er þarna að baki og ég er nú enn að bíða eftir minnisblaði sem ég kallaði eftir eða áliti frá borgarlögmanni þar sem að farið svona yfir hvar þessi réttindi liggja og hvar sko þau byggja á kjarasamningum og hvar þau byggja á þessari löggjöf. En við þurfum augljóslega bara margvíslegu tilliti að fara að grípa í taumana og Ásdís Kristjánsdóttir hefur einmitt svolítið fjallað veikindaréttin og hvernig hann blasir við henni. Hún er líka að kljást við og hún hefur náð árangri að lækka veikindahlutfall hjá sér. En það er þetta að þú getur verið með starfsmann sem fer í veikindaleyfi heilt ár og hann kemur tilbaka í 1 viku og ávinnur sér aftur annan eins veikindarétt. Þetta er auðvitað svakalegt og það verður að taka á þessu. Það kostar. Sko, það er líka áherslu veikindaréttin eins og samengja því það er samspil þessar tveggja sem gerir þetta líka
mjög erfitt. Sko, hvað var það hvort ég til líklegt að þessu verði breytt? Ég held núna að við séum svolítið komin á þann stað. Ég spyr bara því að maður sé þetta áður, sko. Algjörlega, menn sko, við sjáum núna að þetta ekki að virka. Það bara þannig að það eru, eins og við höfum bent á viðskiptaráði, það eru þarna nokkrir svartir sauðir hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga sem að nokkrir svartir sauðir sem er haldast í starfi hjá hinu opinbera í skjóli þessarar áminningaskyldu. Og það er þá annars vegar sko starfsmenn sem hafa þá lakari afköst og ekki hægt að segja upp vegna áminningaskyldunar og þá ekki hægt að skipa hæfari starfsfólk í hans stað. Og svo hins vegar þá sko neikvæð áhrif sem að svartir sauðir geta haft á annað starfsfólk og þau geta líka verið sko gífurlega því að það er mjög lítil hvatning að sjá í því að tveir starfsmenn, því þetta er líka allt bundið í laun- og kjaratöflum með sveitarfélögum, menn eru hvernig launasetningin ákvarðast þar. Þú veist að tveir einstaklingar og annar sem er þá þessi svartu sauður og hinn ekki, en það er ekki hvatning fyrir þann til að standa sig, hinn aðeins að standa sig vel ef hinn gefst upp með þetta. Og við hefum bent á þessi kostnaður, sko, við áætlum hans á bilinu 30 til 50 milljarðar og þessi tillaga af öllum þeim sem kom fram frá hagræðingarhópnum núna í vor, en þetta væri sennilega mikilvægasta tillagan, þriðjungur vinnumarkaðarins er opinberir starfsmenn og ef hann ekki í þann stakk búinn að gera fólki kleift að skara fram úr í starfi, þá bara eitthvað mikið að. Þetta eitthvað sem þarf að ráðast í og það er bara... BSRB kallar þetta stríðsyfirlýsingu? Kallar þetta stríðsyfirlýsingu og talandi yfirlýsingar þá skrifaði hennu kvót áðan í yfirlýsingu á vef BSRB sem var birt í vikunni og þar stendur að umræðan að ekki sé hægt að segja upp starfsfólki sem stendur sig ekki í starfi, stendst ekki í skoðun. Af þeim málum sem koma á borð BSRB og dóma framkvæmt ljóst að núgildandi reglur eru ekki fyrirstaða við að tryggja gæði, fagmennsku og gott starfsumhverfi hjá hinu opinbera. Og þarna talar hún dæmisögur og dómaframkvæmt. Við hafa viðskiptaráð höfum bent á nokkrar sögur þessa svörtu sauði hjá hinu opinbera. Við bendum þarna á einn hagstofustarfsmann sem bjó ekki alveg þeirri færni sem búist við hann hafði þegar hann var ráðinn inn. Og honum var gefin 2 ár til að tileinka sér þessa nýju færni, þetta félst að því hvað tegund forritunar viðkomandi var í og það gekk ekki. Og svo voru farið skipulagsbreytingar og ráðið þá inn starfsmann sem var hæfur og bjóð yfir sér þekking og þessum þá skipt út. Þetta var kært og þá var talið rétt að þarna átti að áminna starfsmannin. Og hann hafði reyndar fengið mikil tækifæri til að reyna að bæta færni sína. Þetta 2 ár? 2 ár og þetta eitt sem að Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra benti á. Það ekkert eðlilegt við það að ef það einhver forsendubrestur í ráðningarsambandi, til dæmis hvað var það færni sem þú heldur að starfskraftur búir þegar hann ráðinn eða aðstæður breytast. Ég meina, það ekkert við starfsmannin að sakast og þú áminnir hann ekki til umbóta og það ekki gott heldur að mínum mati að það sé til löng greinargerð sem raunir sér felst í þessu áminningaferlum hvers vegna starfsmaðurinn sé í tilfelli lög afköst, vanhæfur. Mér finnst það ekki... En þetta ekki vandamál í einkagerðunum? Þetta ekki vandamál í einkagerðunum. Maður kannast ekki við það. Og við erum með fleiri sögur, það 5 sögur sem við tölum og líka áhugavert, maður getur skoða kannanir á meðan stjórnenda hjá henni opinbera, bæði ríkis og sveitarfélaga. Þar kemur í ljós að menn telja áminningarskylduna, hún bara stendur í verulegi vegi fyrir skilvirkni í starfsmannahaldi og reksturinn opinbera. Og við lögum fyrir kosningapróf fyrir árið síðan að viðskiptaráð og söfnum niðurstöðunum. Það voru 14.000 mann sem tóku þátt og það að jafna réttindi milli markaða hvað var þar áminningarskylduna, það afnemanna hjá henni opinbera líkt og týrkast á almennum vinnumarkaði. Þetta var einn vinsælasta spurningin og hann að við verður þetta gert. Ég sannarlega vona það, ég finna okkur hefur gengið mjög vel benda á gallana sem eru fólknir í áminningarskyldunum, nákvæmlega sem að tala fólk skilur hvað einu að gera með þessu enda fólk sem bara mæti til vinnu, stendur sér samviskusamlega og leggur sér fram það alls ekki hættu þarna og það eru langflestir sem eru nákvæmlega í þessum tiltekna hópi sem bara reyna sannarlega sitt besta. En væri hægt, þetta bara með að vera að tala saman, sko, að koma inn í til dæmis svona bákn eins og borgarkerfi ég ætla bara að fullyrða þessi bákn og bara allt of margir starfsmenn og allt of flókið skipulag. Þú veist, ég ekki að biðja því hildur að boða þetta einhverja fjöldaöfsanir en spurningin samt, sko, börsið hvort sem Reykjavík eitthvað annað sveitarfélag og jafnvel ríkið. Þú veist, hægt að koma inn og breyti svo svona miklu, að gera svona stórfellda breytingar á þessum kerfum
þú ert með áminningaskyldu og fleira. Já, það er alveg hægt, það er alveg erfitt og það verður sársöka fullt líka, en það er sannlega hægt og það er líka bara einfaldir þættir í því eins og til að mynda í rekstri borgarinnar, það er margt sem ætti bjóða út og þar hef ég stundum nefnt bara sorphirðuna, þar sem hátt í 100 mann starfa við sorphirðu Reykjavíkurborgar, þessi eina sveitafélag landsins sem býður ekki út sorphirðuna. Við rekum líka eins og kallað hefur verið stærsta hugbúnaðarhús landsins, en það hafa verið hátt í 180 starfsmenn sem hafa starfað við stafræna umbreytingu borgarinnar og raunar miklu fleiri en við gerðum okkur grein fyrir. Það var svona ákveðin starfsmannafjöldi hálf falin undir liðnum fjárfesting og var ekki tekin með í starfsmannatölum, við erum bara nýbúin átt okkur á þessu. Þannig að, og samtöku iðnaðarins hafa stigið fram og kvartað undan þessu að þeirra svona umbjóðendur í hugbúnaðargeiranum kvart undan því að borgin sé að yfirbjóða. Sé að bjóða hærri laun og betri starfskjör og styttri vinnuviku og hvað þetta allt saman heitir, sem eru auðvitað bagalegt. Þannig að ég myndi vilja auðvitað bjóða hvoru tveggja út og þannig svona fækkum við starfsfólki og erum auðvitað líka, hvað ég segi, ég myndi að tala um veikindaréttin, það er líka bara gott að koma fólki meira út í eingageirann og gefa eftir fólki tækifæri líka bara að reka fyrirtæki og vera með þetta fólki í vinnu og svona. Við viljum auðvitað líka selja fyrirtæki borgarinnar, mörg hver. En það eru líka þarna svið og við höfum oft nefnt eins og mannréttinda og lýðræðisskrifstofu sem að það eru ekkert stærsti bitinn. Það er ekkert það sem að mun algjörlega hreyfa nálina í rekstri borgarinnar en þetta svið kostar 200-300 milljónir á ári og ég hef nú stund sagt og er bara til trafala. Já, ég hef nú stundu sagt það að það er nú engin slík skrifstofa rekin í nágrannasveitarfélögum og ég get ekki séð að mannréttindi séu fótum tróðin þar, eitthvað frekar. Þannig að þetta er svona dæmi eitthvað svona sem að borgarkerfið, meiri hlutin í borginni hefur eitthvað neginn búið til og skapað til þess að stækka borgarkerfið og við sjáum þetta bara eins og kom fram í nýbirtum ársreikningi að niðurstaðan var neikvæð og verri en áætlanir gerðu ráð fyrir í rekstri að hluta. Ég glimti að minnast á þessar tölur áður sko. Borgin reikir með 47 milljónar krónur tapi á fyrstu 6 mánuðum ársins. Ok, 47 milljónar ekki svo sem ekki mikill peningur. En fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 438 milljónar krónur afgangi. Ég hugsaði bara fögur fyrirheit fjárhagsáætlun sko, maður sé þetta síðustu ár hjá borginni aftur og aftur. Það er alltaf verið að fara að snúa restunum við, svo bara gerist aldrei. Akkurat. Svo er þetta verið að boða líka fagra fjárhagsáætlun hjá ríkinu núna sko, sömu flokkar en það er annað mál. En það áhugaverða er að niðurstaðan er verri en áætlun gerði ráð fyrir, samt fara tekjur langt umfram áætlun. En það sem alltaf gerist er að útgjöldin vaksa sko þeimur meira en tekjurnar umfram áætlanir. Og það er bara svolítið trendið sem við sjáum í borgarkerfinu og það eru auðvitað einhverju leyti starfsmannahald og það þarf bara eitthvað neginn og það þarf auðvitað bara að gera allsherjar úttekt á þessu og ég get ekkert byrt eitthvað aftökulista hér og sagt að þessi ég var að vona að kemur með já, ég veit að vona er það en þetta er auðvitað flókið viðfangsefni sumt af þessu er einfalt, við höfum lagt það oft til eins og að bjóða eitthvað hlutarekstrarins út eða að leggja niður eitthvað svið en svo þarf auðvitað bara að taka á stjórnendalæginu og það er nú 2 dæmi sem hefur skýrbirtingamynd hvað stjórnkerfið er stórt. Því við erum auðvitað ekkert að tala um að það eru ofmargir kennarar eða ofmargir sem sinna velferðarþjónustu eða eitthvað svoleiðis. Það eru auðvitað bara fólk sem er að sinna grunnþjónustun og við þurfum á að halda. En annars vegar þá er árlega haldinn stjórnendadagur í Hörpu fyrir stjórnendur Reykjavíkurborgar og það er 700 manns sem er boðið á þennan viðburð og eitt árið þegar viðburðurinn var haldinn í Hörpu þá hreinlega þá átti að taka mynd af öllum stjórnendum í stiganum í Hörpu og stíginn raunverulega svignaði undan bákninu og svo er hitt dæmið að ég bað og ég kom með fyrirspurn á síðasta kjörtímabili að því að við vorum aðeins að reyna einmitt að horfa á hvernig getum við raunverulega skorið niður að því það er alveg flókið að horfa á 12.000 manna vinnustað og átt að segja algjörlega á hvað er hægt að breyta. 12.000 manns að vinna á borginni? Já, svona það er alltaf talið og ég bað að fá bara starfslýsingar hjá öllum starfsmönnum ráðhús og svona í miðlægu stjórnsýslunni. Svarið, það tók marga mánuði að fá það og þegar það kom þá var það 600 blaðsíður. Þannig að það svona segir svolítið alla söguna og það var auðvitað svona verkefni að grísa sig í gegnum það. Þetta er áhugavert alls saman. Man har heyrt það í þegar að rekstraraðilar sækjum leyfi og svoleiðis sem tengjast á borginni sko, að þá þú sendir kannski e-mail og eitt tiltekinn aðila og CC-listin í rauninu svo langur, þetta er eins og sko stór grunnskólabekkur eða eitthvað svoleiðis og það er þá aðeila sem þurfa þá allir að vera
hluti af samskiptunum svo þessi örlíki sko stíða fætur einhvers annars sko, því það Svo- greinilega það mikil Já. Það skörun er í kannski bara að verkefni. færa þetta inn í svona sporteflar eitthvað, þannig að þetta er svona íþjóðakrakar. Já, nákvæmlega. Allt liði geta fylgst með, sko, þetta er Einmitt. fólkarnir. En svo nú er ég búin að vera 7 ár í borgarfulltrú og starfandi í þessu í kringum þetta kerfi og ég er ennþá bara, veit ekki hvert ég á að leita með ákveðin mála því að það er ekki alveg skýrt hver heldur á til dæmis segjum að það sé skólahúsnaði sem er miklað eða það er verða framkvæmdir á Brákaborg eða eitthvað og það er bara ekkert alveg ljóst hvernig ég á að spurja, hvernig gengur eða hver er staðana því að máli eru hýst á ólíkum stöðum og þetta er oft algjör óráðsegja í kringum þetta fyrirkomulag. Já, já. Atriði nummer 2, ég hef nú getað fella lengur á þetta, sko, að það er sko, nú er líka búið áformum breytingu á samkeppnislögum. Ég sá það inn á samráðsgátt stjórnvalda er búið að birta þar frá, það er atvinnuveráðandi sem birti þetta og þetta hefur hann að gera með sko veltumörk, það verður að taka til breyttra veltumarka fyrirtækjum það hvenar, svona í stuttumáli snýstu það hvenar samruna fara í fasa 2 og allt þetta. Gott og vel, þú veist, góð fyrirheit og allt það, en maður hugsa samt bara að byrja herðið, menn hafa bóða breyting á samkeppnislögum mjög oft og það hefur henni breyst voða lítið. Ég held að því að samkeppniseftirlitið sjálft beitir alltaf gegn því, sko. Þú veist, er eitthvað að fara að gerast þessu? Sko, ég held að sé bara Svaraði nú. Já, ég mér finnst mjög jákvætt að sjá að það er verið þarna að opna samkeppnislögin og svona sjá hvað má betur fara og breytingarna þarna, þær eru þá þarna það eru 3 þættar, það er í fyrsta lagi er þannig að það er að hækka veltumörkin fyrir tilkynningaskylda samruna eins og bendur á og svo er líka verið að innleiða svo kallar stop the clock ákvæði þar sem að það er að stoppa svona dagatellir í málum ef að það er talið að aðeinslega í samrunum til dæmis geti þá verið að sko sitja á gögnum eitthvað svoleiðis, þannig að þá að tefja samruna eitthvað svoleiðis og í þriðja lagi þá er það þá verið að færa út húslitra ákvæði og þetta seinna tvennt á þá að vera til sko samræmis við það sem tekkist á Norðurlöndunum og við skiljum inn umsögn í dag viðskiptaráð og bendum þar á að sko gott og gilt í þessu að líta til nágrannaríkjanna og tryggja þá umhverfið sko hvað varðar samkeppnisumhverfið og samkeppnislaun og þess áttar séu til samræmis við nágrannaríkin okkar, til dæmis Norðurlöndin. En hvað varðar þessu auknu valdheimildir til sko stop the clock og stöðun klukkunar og þá húslitra ákvæðin er að við sjáum það ekki í þessu með það sem er heyrt hvað getur gengið á í málsmeðferð þjá samkeppniseftirlitinu að þarna sem sagt fylgja ekki nú skýrar leiðbeiningar eða viðmiðum hvenær á að beita þessum ákvæðum og það er eitthvað sem tíðkast í nágrannaríkjunum þannig að við köllum klárlega eftir því ef það var að fara að samræma þetta þá verður það samræma til fulls, ekki bara hluta og þá komum líka veltumörkunum því að núna standa veltumörkin sem sagt í heildarveltumörkin í 3 milljörðum og eru þá 300 milljónir fyrir 2 aðila. Þetta var síðast hækka árið 2020, þannig að núna er sem sagt bara inni þessi hækkun sem er raun og sé bara verðlagsbætur. Það er bara verið að tryggja að þessi veltumörk haldi í við verðlag. Og manni þykir skrítið að þetta sé nú ekki bara sjálfkrafa endurskoðað í að minnstakosti árlega. Og þá komum við að norræna samburðinum, sko veltumörkin fyrir tilkynningaskylda samburðin á Norðurlöndunum er margfalt hærri en á Íslandi. Og ef við erum að skoða þessi eftirlitsákvæði, þessi húsleitar ákveð að stoppa klokk, akkur eru ekki líka að skoða að breyta veltumörkum til samræmis þar þannig að við köllum eftir því og þetta verður sjálfkrafa verðbætt hvort það verður framkvæmt í einhverju mynd telja þetta mál mun líta dagsins ljós og við vonum að þessar athugasemdir náðu þó líka fram að ganga. Já, verður fróðilegt að sjá hvort það gerist ég hef ekki mikla trú á því svo ég segi alveg svo það er oft verið talað um breytingar á lögum og samkeppniseftirlitið hvað sem þetta er annað og lítið rest í því. Þú skoðan þessu, Hildur? Já, ég meina auðvitað, ég bara tek undir þessu fram hefur komið en auðvitað er bara, eins og segja, margt sem bendir til þess og samanburður við Norðurlöndin að samkeppniseftirlitið hérlendis sé umsvifa meira og afskiptin meiri og við sjáum þetta líka bara með heilbrigðiseftirlitinu og annað og mér leiðist bara þessi útgangspunktur í þessu íslenska eftirlitssamfélagi að það þurfi alltaf einhvern veginn alltaf gengið út frá því að sé eitthvað misjæmt í gangi í stað þess að við treystum bara fólki til að vera að gera vel og allir ætli sér að vanda til verka og ná árangri á góðum og réttum forsendum. Þannig að ég tek undir það sjónarmið að auðvitað ef við ætlum að bera okkur saman við Norðurlöndin þá eigum við að fara alla leið með það. Já. Atriði númer 3 sem að það var frétt í viðskiptablaðsins í gær á 50. þar sem að þingmenn Sjálfstæðisflokksins leggja til að gullhúðunin að gæslappa verði stöðvuð og þetta stýrir því að við breytum því hvernig við innleiðum EES-reglugerðir. Sko, við höfum rætt gullhúðun mjög oft og eigum örugglega eftir að gera aftur
og bara, þú veist, hrósa á þessa þingmenn sem að kasta þessu fram og leggja þetta til. Sko, við erum búin að vera gullhúða reglur frá EES bara í áratugi. Þú veist, það eitthvað að fara að hætta? Já, sko, þetta mál klálega mikilvægt og við bentum að það í einna útgáfu árið að sko bara eitt tilfelli gullhúðunar sem var þá þegar það var gengið lengra við innleiðingu CSRD sem ákveðin svona sjálfbærni viðmið og kveða á að fyrirtæki vinni tiltekna skýrslur. Það regluverk var að sé gullhúða því að þegar þátt að innleiða málið þá sáu bara okkur skilst að það hefur bara ráðundu sérst að það væri bara mjög fá fyrirtæki sem myndu falla undir þessa EES-gerð. Og þá hugsað við erum að standa okkur vel í þessum loftslags- og umhverfismálum og þá skulum við bara ganga lengra. Og þetta var þá gullhúða þannig að veltumörk og stærð fyrirtæki voru færið mjög verulega niður á við. Þá fjallu áttfalt fleiri fyrirtæki undir þessa tilteknu EES-gerð en upphaflega stóð til, sko, samkvæmt bara skilurinn samkvæmt EES. Já. Og okkur reiknast til að þessu gullhúðun til dagsins í dag hafi kostað íslenskt atvinnulíf 14,2 milljarða. Þannig að þetta er bara þvílíkur upphæðir, þetta er verulega kostnaðarsamt. Þetta er eitt tilfelli. Það er svona sennilega í stærri kantunum, en eitt tilfelli, úttekt sem að Guðlaugur Þór lét gera þegar hann var í loftslags-, umhverfis- og orkuráðuneytinu. Það leiti í ljósa að það væri í 3/3 tilfella mál gullhúðs. Þannig að þetta er klálega gott og verðugt mál, ætti að ná fram að ganga og gagnrýnin snýr ekki að þessu tillögu heldur bara, maður bara veltir þessu gullhúðun oft fyrir sig, sko, hvernig mun þróast og hvernig hefur verið að þróast? Ég held að stjórnkerfi voru meðvitaðar það að búið að setja á allt og stranga reglur eða innleiða reglum allt og bjöguðum hætti. Ég held að núna þegar menn eru að vakna til lífsins hversu langt að í Evrópusambandinu hefur verið gengið í reglustýringu og þess áttar, svo sjáum við það í einhverjum tilfellum göngum við jafnvel lengra og þegar umræðan skapast þetta og menn sjá áhrifin, þá held ég að það myndist farið við fólk að sjá, herðu, við getum ekki haldið ótröð áfram eins og hefur verið. Spurning hvort það leittilegu í þessu formi, ég veit það ekki, en ég held að það sé mun meiri pressa á stjórnsýsluna, bæði þá í ráðuneytinu og líka nú á þingi, að það fari ekki á milli mála ef þeir innleiða þessar gerðir. Hvað er gullhúðun og hvað er það ekki? Hvað er lágmarkskrafan og hvað er gengið lengra? Því þetta verður að aðskilja. Hvað séu lögfræðingarinn Hildur? Já, einmitt, bara í einföldu máli að þá eru þetta algjört glabræði að innleiða EES-reglur inn í íslenska löggjöf þannig við sem íþyngja borgurunum meira en þörf er á. Og það eru þetta bara grundvallar hugsunum og það er náttúrulega stundum sem er bara gullhúðun bara í fínu lagi en það er ofsalega sjaldan en það er ef það eru ívilnanir fyrir borgarana að við segjum að ívilna fólki meira en reglur gera ráð fyrir. En ég auðvitað bara mistu svolítið svartsitt Gísli, við þurfum að vera að trúa á eitthvað ná fram að ganga. Fáum við ekki svona skoðunum með það líka? Hvað segirðu? Fáum við ekki svona skoðunum með það líka? Getum við ekki sett grænt á þetta? Nákvæmlega, við ekki að trúa á þessum góðu vinnum mínum hérna í Sjálfstæðisflokknum að þau ná einhverjum árangur með þetta mál. Þetta er gott mál og mikilvægt og það. Ég styð máli sjálf. Þetta er fjórða atriði sem við langar til að fara aðeins yfir, hluti sem er rætt en verða kannski ekki. Sko, sameining stofnana og sameining verkefna. Við fjallaðum þessi mál mjög lengi og við séð alls konar sameiningar í þessi stað. Þú veist, Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn og svo framvegis. Þannig að það er fullt búið að gerast, eða fullt búið í þessi stað. Núna var menningar og nýsköpunar Háskólaráðuneytið að ætlaði sér að saman nokkrar stofnanir, það var verið að tilkynna menntamálaráðherra var að tilkynna sameiningu stjórnsýslunnar fyrir framhaldsskólann núna í vikunni. Þú veist, maður sér oft þessi verkefni koma fram, eða þessar tilkynningar koma fram, áætlanir sameiningu, hvort sem það eru stofnana eða verkefna, en það er ekki gerð neinn krafa kannski hagræðingu eða færi starfsmenn eða neitt svoleiðis. Er það oft raunin eða? Varðandi hvort að þetta mál ná í gegn, þá skulle ég svara því að ég held að þessi mál muni ná í gegn. En það er bara spurning hvort að þessi krafa sem þú talum fylgi eða ekki, sko. Já. Og og það er... Það er alveg útgangspunktur, sko. Við alltilega sameina verkefni og einfalda stjórnsýslu og bara styðum það alla leið, sko. En það er bara þessi krafa hagræðingu sem að skila sér ekki alltaf. Skila sér ekki alltaf og er oft ekki einu sinni lagt upp með þegar það er verið að skoða þessar pælingar, sko, og það er lögð fram frumvarp á Alþingi. Og við höfum bent á þetta
að sko við eigum góða reynslu af sameiningum sem hafa vel heppnast, til dæmis sameiningu skattaembættana og lögregluembættisins á höfuðborgarsvæðinu, það var til 2009 og 2010. Þar sjáum við að í þeirri sameiningu þá var lagt upp með sko góða mælikvarða, annars vegar hvað varðar þjónustuna og síðan var þetta reksturinn. Og það var ákveðið og lagt upp með að sameiningin myndi leiða af sér bætta þjónustu, meiri skilvirkni, hagkvæmni og líka að reksturinn myndi batna samhliða. Og þessar tvær sameiningar leiddu það svo sannarlega ljós að það er hægt. Og ég meina þetta markmið með sameiningum stofnana að hagræða í rekstri og þá að ágóðun af því sko skiptist á milli annars vegar skattgreiðenda og hins vegar varðandi þeirra sem þiggja þjónustu stofnunarinnar. Og þessar sameiningar tilfelli menningar nýsköpunar háskólaráðuneytisins að þá þetta 4 sameiningar svona safna menningar samningar mestmegnis og ég taldi þér ekki upp ég glemdi því hvað þetta á að vera, þetta eru nokkur þetta fyrsta lagi kvikmyndasafn, hljóðbókasafn og landsbókasafnið, önnur sameiningin óperan, Þjóðleikhúsið og Íslenski dansflokkurinn, listasafn Einars Jónssonar og listasafn Íslands, svolítið lítil sameining enda það ekki stór stofnun sem fyrrnefnda og síðast náttúruminjasafn Íslands og náttúrufræðistofnun. Þetta bara verðugt að leggja í þetta en við sjáum bara núna síðast, bara í vor, þá var lagt fram sameiningu sýslumannsembættanna og það mál verður lagt aftur í haust. Og þar stendur bara greinilega í frumvarpinu að hagræðið sem þessi sameining á að leiða af sér, hún verður nýtt í bæta þjónustu og ný og aukin verkefni. Það segir maður, hvers vegna erum við að leggja upp með þessa sameiningu ef það á ekki að leiða af sér sko rekstrarhagræði sem skilar sér í ríkissjóð. Er markmið sameininga virkilega að skapa þægilega skrifstofustörf fyrir það sem vinna á stofnuninni? Nei, en það klárlega líka gott ef að sameiningin skilar sér bættu starfsumhverfi. Þá kem ég aftur að þessum sameiningu sem talaðum áðan. Því það var þriðji mælikvarðan, því að starfsánægja á þessum vinnustöðum jókst líka. Þannig að þetta engin ómöguleika þrýingur þar sem getur bara að velja 1 eða 2. Það hægt að velja allt og það hlýtur að vera markmiðið. Já, þetta minnir mig svolítið á, það nú ekki sameiningar en þegar það hefur verið farið á stað í skipulagsbreytingar inn í borgarkerfinu og það gríðarlega þörf á að fara í skipulagsbreytingar. Það var gert á síðasta kjörtímabili en það var ekki með þeim hætti sem við teljum nauðsynlegt. En það var farið á stað í mikla vinnu við að endurskipuleggja borgarkerfið og svo fengum við kynningu á þessum fyrirhuguðu breytingum og þetta var örugglega 2 tíma kynning og einhverjir ráðgjafar utan um bæ sem voru að kynna þetta. Og svo fengum við tækifæri til að spyrja og ég segi bara með eina spurningu. Er eitthvað hagræði af þessum skipulagsbreytingum? Og svarið var nei. Mun starfsfólki fækka með einhverjum hætti, svarið var nei og þeim mun fjölga. Þannig að það auðvitað, allavega fyrir okkur sem erum svona kannski hægra megin í lífinu, auðvitað vill maður að það farið í skipulagsbreytingar eins og Reykjavíkurborg auðvitað risastórt þjónustufyrirtæki, má auðvitað segja, við erum að veita borgurunum þjónustu og eitt markmið getur verið að skipuleggja starfsemina þannig að þjónustan batni, en í kerfi eins og borgarkerfinu og opinbera kerfinu að það verðum við auðvitað líka að leita tækifæra til að ná fram einhverju hagræði. Og þá svo maður hrósi líka, þá bara í fyrsta lagi þessi verkefni eru klálega verðug og trúinu að fram að ganga, það er bara spurning hvort að þetta atriði náist fram. Ég meina þetta tilgangurinn og með þess að yfirskrift fréttarinnar sem við sjáum á vef stjórnarráðsins. En þá var það líka Guðlaugur Þór var í orku umhverfis og loftslagsráðuneytinu og þá laði hann upp með 2 stóra sameiningar og þar var tekið fram að af þessum sameiningum þá áætlað að það eru 7% hagræði. Og þetta það sem á að gera, leggja upp úr þetta mælikvarða fyrir sameininguna, þannig að þeir sem að vinna sérna innleiðingunni, þeir hafa þá þetta viðmið og svo algjörlega líka innleiða þá tölulega mælikvarða þjónustu. Ég menn tilfelli sýslumannsembættanna, ég menna afgreiðslurhraði mála, hversu margar heimsóknir að koma á dag, hversu mörgum þjónustum kunnum ná að taka móti og þess áttar. Bara setja upp þessi markmið og hafa hvort tveggja reksturinnum, þjónustunni og keyra á fleiri sameiningar. Algjörlega, og það er náttúrulega að því ég að setja þetta í samhengi við skipulagsbreytingar sem þetta sameiningar, eitthvað svona skipulagsbreytingar, en það er það sem við viljum auðvitað sjá inn í borgarkerfinu og það þarf að setja þessu 2 markmið þegar farið verður á stað í nauðsynlegar skipulagsbreytingar að það er muni og það verður ákveðið fyrirfram feli sér annars vegar hagræði og hins vegar betri þjónustu fyrir borgarana. Já. Það voru þessi svona 4 atriði sem ég langaði til að stikla aðeins á með ykkur, þú veist, sem vorum að fara í gullhúðun, sameiningsstofnana, breytingar á samkeppnislögum og afnám áminningaskyldu. Af því að, þú veist, bara þannig ítryggi, ég fylgja þig öllu þessu
en bara, við erum bara að sjá þetta gerast sjá þetta byrja einhvern árangur sko. Kannski svona að vera að síðan setja hlutin á okkur við byrjum á nýjum lið hérna í síðustu viku sem að við í samstarfi við Kelduna þar sem við tölum félag vikunar og það alveg saman hvort það skráð eða óskráð félag af því að það hægt að segja allar upplýsingar á Keldunni ef ekki óskað Eddu Hermannsdóttur til hamingju með nýja starfið hún nýr fórstjóri Lyfja og heilsu heldur betur, glæsilegt leikararnir eiga sína Eddu en við þess Eddu einmitt, það er spennandi að fylgjast með henni í þessu já, þetta verður spennandi tæki fyrir hana sko. Þetta félag metið á tæpa 7,5 milljarða afkomni fyrra var 640 milljónir EBITDA var rétt rúmlega milljarður reyndar tekjurnar 13,8 milljarðar þannig að þetta er umsvöðum ekki fyrirtæki Haldið þetta sé hluti, þetta skref hjá Eddu sé hluti í svona hennar heilsu vegferð. Hún var að stöðla líkamslegur og fjárhagslega heilsu í Íslandsbanka. Sko. Nú tekur hún að skrefnu lengra. Ég hugsaði það, hún er trúverðuð svona front lady fyrir þetta fyrirtæki. Já. Nákvæmlega. Bara talandi góðan lífstíl. Að þú ætlar að fara að tala um það, ég heyri það. Hér að því að sko hlaðvar í þjóðmál, hlaðar ekki bara hlaðar, við erum líka lífstílsstofa þannig að þið fáið ísubita frá gullfisk Þú gætir ekki fært mér betri gjöf ég borðaði harðfisk á hverjum einasta degi Ég var að hugsa getur haft þetta í töskunni Já, þetta nefnilega, ég á stóra tösku þannig að þetta fer beint í töskuna og þá var verið að borða harðfisk og borgarstjórnarfundi á þriðjudaginn sko. Sessunautum minn Ragnhildur Alda, hún kom með harðfisk Þannig að ég vissum að Edda Hermannsdóttir borða líka örugglega mikið af harðfisk Alveg pottþétt Stútfullt af próteini Ég setti ykkur fyrir smá heimavinnu fyrir þáttinn. Það var nú að við nokkur Arctic Trucks Polar. Þeir eru að bjóða upp á jeppaferðir á Suðurpólinn. Ég er búin að hitta nokkra, ég er búin að fjalla það þátturum, ég er búin að hitta nokkra í ár sem að hafa farið þarna og tala mjög vel um þá ferð. Ef að þið varu að fara, ég bæði ykkur að finna aðila sem þið myndu taka með ykkur ef þið varu að fara, en skilirði var að aðilin þyrfti að klára en þið tvö. Funduðu það einstakling? Það er mjög erfitt að finna eitthvað sem er klárar en við sko. Nei, ég hugsaði Ég veit að þið voru andvakaði nóttar ég hugsaði sko ég er mjög mikið fjölskyldukona og bara jeppaferð ég hugsaði bara ég vil taka familíuna með en hún er of stór þannig að þau komast ekki fyrir í þetta þú baðst okkur að velja ykkur á tvö já, ég og 4 börn og hund og mann og allt að gerast en að því að ég er eins og við komum inn á áðan með fæðukvíða og ég hugsa bara strax þessa jeppaferð og bara hvað á ég að borða þessu ferðalagi þannig að svona fyrsta hugmyndin var bara að taka mömmu og pappa með sko því að minnst leiðilt að keyra á ferðalagi þannig að ég taka ekki bílstjóri, ég veit það ekki en ef hann þurfti að keyra þá myndi ég láta hann um það og mamma væri með ekki samlokur eins og þegar ég fyrir bara í barna sjálfið sko eins og esku en hinn möguleikin eru þetta líka að sko hugað hverskins öryggi og fá fólk sem er sterkara en ég í þessum öryggismálum og það væri þá auðvitað Þórður Þórarinsson fyrir framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og hann hefur gert garðinn frægan fyrir að hafa hugað vel að öryggi Bjarna Benediktssonar í hans formannstíð og ferðast alltaf með hjartastuðtæki og annað og ég var nú eins og þess heiðurs aðnjótandi að ferðast með Þórði og Bjarna til Birmingham á landsfund Íhaldsflokksins og hann var örugglega með hjartastuðtæki í töskunni en hann fór mikinn að huga að alls konar öryggismálum og það sem að svona bar hæst í þessari ferð hann hafði miklar ágjörð því að við yrðum fyrir barðinu á veggjalús eða bedbugs og mælti með því að við myndum ekki með ferðtöskurnar í sturtunni og helst í stórum ruslapoka og hann fór yfir þetta í löngumáli þannig ég held að ég væri mjög örugg með hann þarna með för þannig að hann myndi huga svona almennu öryggi og svo þyrfti eitthvað að hugsa fæðuöryggi sko af því að ég var alltaf miklar ágjörð því og þar kemur kannski Ólöf Skaftadóttir mágkona mín sterkinn, hún er ótrúlegur kokkur og hún myndi passa að það væri nóga mat og ég sagði á henni, ég deili aldrei mat ég deili stundum mat með henni að því ég veit að hún gengur aldrei inn á minn helming sko. Þannig að ég myndi treysta henni Það er skilirði fyrir því að deila, bara vitandi að við komum til að ég fái að minnstakosti minn helming, helst meira Já, þetta getur enda verið skemmtlu svona hópur sko, þið 3 saman Get ég ekki bara komið með ykkur? Velkomin Þetta er einn stóð færð sko Ég laði höfuð í bleiti og ég hugsaði þetta aðeins og sko það fyrsta sem ég hugsaði bara svona með atburðið vikunar og þess áttar ég held að það væri gott að taka bara Daða Má Kristófersson, fjármálaráðherra og hana Sonju Þorbergsdóttur hjá BSRB Já og við getum bara leitt þessi mál til lykta það er búið alls konar upprópanir með mál sem hann hefur lagt fram ég gerir ráð fyrir það sé ekki útarsamband þarna þannig að við spjöllum bara allan tíman ég held að það kom fram góða sögur og við finnum einhverja góða lendingu í þessum málum sem að hans ráðundur lagt fram en svona til vara þá hugsaði líka og kannski er þetta mjög mikilvægt Getur þetta hörku ferð sko
Það gæti verið hörku ferð. Ég vonaði þessi bílstjóri, við verðum 3 hóðn aftur í. Svo til vara, þá hugsaði ég tæki bara málefnateymi viðskiptaráðs með mér, af því ég held að sko með sveitarstjórnarkosningarnar í vor, þá getum við ekkit farið eitthvað frí á Suðurpól í marga vikur, tölvurnar á lofti og... Þetta vil ég heyra. Það ekki. Þannig að málefnateymi til vara, ef að þau tvo upptekinn. Það er hljóma vel. Hvað svo að gera helgina? Ég að fara í golf með vinnum mín á laugardaginn, við ætlum svo að borða og ætlum svo að fara á stórtónleika með Birni í Laugardalshöllinni. Þannig að byrja á því og svo inn á milli bara að vera með konunni og stúlkunni. Á hverju varst þú ekki á golfmóti Þjóðmála? Herðu, margar ástæður og ég endaði nú þannig að ég fékk boð en ég var bara fyrir norðan í góðveðrinu og gat ekki slitið mig þaðan. Það var pluss 20 gráður í einhverja 8 daga og þá bara, þú ferð ekkert frá Akureyri í þeim aðstæðum. Næst móti getur líka verið Akureyri. Já, það við erum búin að bóka það á næsta ári sko í Borgarnesi aftur, 7. ágúst minnum við. Ég seti þetta í kalendar núna. Svo erum við að, við erum langt konum að undirbúa mót á Írlandi. Það svo leiðis. Þú tekst að spyrja mig að hverju ég kom ekki eða? Mér ekki að trúa mér í golfi eða? Ég ætla, mín næsta spurning var bara hvort þú spilaði golf. Nei, ég spila ekki golf. Maður minn spila golf og það er eiginlega nógu annað okkar segið því. Og mér finnst eiginlega alveg aðeinslegt þegar hann fer í golf sko. Það er eiginlega ólíkt með mér og flestum öðrum eiginkonum. Já, það er þannig? Já, sem eru með eitthvað vesinni verið að þeir segja bara í golf. Nei, mér finnst það flott. Mér finnst fínt að hann sé stundum í golfi. Þó hann sé alveg aðeinslegur. Ég held að það ekki mjög mörgum mæntum að heyra þetta sko. Þetta er ekki algengt. Ég er að hvetja þær að einhvern til dáða að gefa þessum mönnum smá sviðrum til að spila golf. Er það ekki? Bara smá frí frá heimilinu og bötunum og... Svo koma þær heim með svo mikið samvinskupið og eru rosalega duglegir. Þannig að þetta er mjög gott. En hefur þið ekki langað til að spila golf sjálf eða? Ég er komin á biðlista í Nesklúbbin. Ég er komin á biðlista í Nesklúbbin. Ég held ég að við farað hann fyrir 2 árum. Maður minn byrjaði að spila golf fyrir 2 árum og það var, ég var afmæli í júní og hann byrjaði þarna einhvers staðar vorið og ég vissi að hann myndi fá þá... 11. júní eða ekki? Heyrðu vel gert? Eigum við sama afmælistag? Nei, ég er 10. Alveg rétt, tótti mér í 10. Einmitt. Nema hvað, að ég veit hvernig hann hugsar og ég vissi hann er að fara að gefa mig golfsett í afmælisgjöf. Hann er komið áhuga á golfi og hann heldur þá að ég hafi áhuga á golfi og ég hringdi í systur hans, Téða Ólafur Skaftadóttur og ég sagði, heyrðu, þú verður að stíga inn í þetta mál, ég veit að hann er að fara að gefa mig golfsett. Að hún hringdi hann og það stóð heima, hann var að fara að gefa mig golfsett, en hún náði að vinda ofan því. Þannig að hann hefur sett mig á biðlistann í Nesklúbbin. Mér skilst að sé 9 ára bið. Þannig að þetta eru að sína fyrirhyggju. Ef ég skildi þróa með mér áhuga á næsta árum og þá er ég búin að, þá er ég komin í klúbbin kannski eitthvað tímann í framtíðinni. Okay. Talandi um svona fyrirsjáanleiki stjórnmálum, það er gott að vita. Bara 9 ár þá sjá hann upp á velli. Algjörlega. Já, það verður alveg pottið golf og Þjóðmála þá. Já, ég bara getur ekki skráð mig fram í tíma. Jú, ég var aðeins flott. Þannig að, Gunnar, Hildur, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Bara frábært að fá okkur og segi bara góða helgi.